Voilà, hérna svona. Ég heiti María og ég segi bara eins og Sigrún áðan, það var komið að máli við mig og ég var beðin að fjalla þetta mál. Ástæðan fyrir því að ég var beðin að fjalla þetta F3 uppflettingu svo ég frekar nýlega tekin við sem verkefnastjóri búfræði og skráningar hjá Borgarbókasafni en hafði þangað til fyrir skemmstu verið að gera allt mögulegt annað en að skrá, samhliða því að skrá, eins og ég veit að mörg hér eru að gera í sínu starfi. Og hafði þessna kannski ekki verið með hugan við þessi mál eins mikið og þau sem hafa verið að skrá alla daga í langan tíma. Ég ákvað að byrja að fara aðeins í svona forsöguna og svona hugtökin vegna þess að mér fannst ég bara sjálf þurfa á því að halda að rifja þau hvað og líka að fara yfir aðeins hvernig þetta var í Aleph. Af því að leið og Aleph var lokað þá gleymdi ég öllu sem þar var og ég mundi ekkert þegar ég var að fara yfir þetta aftur og reyna að muna hvernig gerðu við þetta aftur og af hverju gerum við þetta svona núna. Og mér fannst það bara hjálpa mér svolítið að skilja hvað að gerast núna. En F3 sem sagt notað, eins og þið vitið, til þess að kalla fram nafnmyndaskrána og höfðalistan í þessum sviðum, 100 sviðunum sem eru nöfn einstaklinga og stofnana og 600 sem efnisorðin, finna réttan stað hérna í glósunum mínum, og svo 700 sem eru líka nöfn einstaklinga og svo eru það 800 sem eru ritræðirnar. Og þetta eins og þekki notað til þess að aðgreina fólk og stofnanir og einstaklinga og til þess að mismunandi rithættir skili sér á rétta einstaklinga og til þess að finna valorðin í efnisorðunum og svo framvegis. Í Aleph þá höfðum við bara aðgang að íslenskri nafnmyndaskrá. Þessu var ég alveg búin að steingleyma persónulega. Í Ölmu höfum við hins vegar aðgang að 2 nafnmyndaskrám sem SIL, það íslenska nafnmyndaskráin sem fluttist úr Aleph og svo LC-Names sem nafnmyndaskrá Library of Congress. Og þar að auki, þegar maður ýtir á F3 ef maður að skrá til dæmis í 100 sviðið, þá poppar upp höfðalistinn. Það þessi 3 flipar sem koma upp. Höfðalistinn höfuð úr bókfræðafærslum, bæði þau sem eru tengd við nafnmyndafærslur, hvort sem það íslenskar eða erlendar, og þau sem ekki eru tengd. Og þetta aðgreint með kíki fyrir framan, þannig að þau sem eiga nafnmyndafærslu, þar kíkir fyrir framan. Ég að þráast við að fá mér tvískipt gleraugu, þannig ég verður hérna aðeins þegar við höfum núna aðgang að Library of Congress nafnmyndaskránni, þá hefur verið tekin ákvörðun að láta þau að stjórna erlendum nafnmyndum. Í Aleph var það þannig að maður sló inn erlend nafn, ýtti á F3 og valdi svo nafn úr höfðalistanum. Þið muni kannski eftir því, ég myndi það ekki, persónulega. Og það voru ekkert endilega nafnmyndafærslur á bak við það. En núna notum við Library of Congress þegar að ræða erlenda einstaklinga og þá tengjum við þau vegna þess að það svo mikil vinna unnin hjá Library of Congress að halda utan nafnmyndaskrá. Þetta náttúrulega gríðarlega stór nafnmyndaskrá fullt af nöfnuvarninni og rosalega mikið af upplýsingum sem að við fáum þá beint frá þeim. Og það snýst ekki bara hvenær höfundar fæðast og hvort þeir séu ennþá á lífi eða slíkt. Þetta snýst líka hvert hlutverk þeirra og mismunandi nafnmyndir og mismunandi rithætti og mismunandi jafnvel letur í sumu tilvikum. Þegar við erum að skrá og setjum til dæmis nafn í 100 sviðið og ýtum svo F3 til þess að sækja nafnmyndina meginreglan að velja alltaf SIL, íslensku nafnmyndaskrána, ef til nafnmynd þar. Og þá við líka ef erlend nafn að ræða. Af því í einhverjum tilvikum, þó þessu kannski ekki mörg, þá til nafnmyndafærsla og maður alltaf að tjekka á því fyrst, þó þetta sé erlenda. Ef að íslenskt nafn finnst ekki í íslensku nafnmyndaskránni, þá skoðar maður höfðalistan og velur nafnið þar. Og ef að nafnið á hvorum stað, þá það fært inn í bókfræðifærsluna, bara eins og maður skráir venjulega, og vistað bara án þess að tengja það. Og þá fá skrásetjar Landsbókasafns, þau fá lista yfir þetta, eða þau eitthvað svona sín, þar sem að þau geta farið yfir og búið til nafnmyndafærslur, ef það þarf. Svo það erlendu nöfnin. Þá leitar maður, eins og ég sagði, fyrst í SIL og ef ekkert finnst þar, SIL íslenska nafnmyndaskráin,
Ef ekkert finnst þar, þá tengt við nafnmyndina í Library of Congress Names. Og aftur, ef hvorki til nafnmyndafærsla í SIL eða Library of Congress, þá strengurinn bara látin standa og verður til höfuð í höfðalistanum með engum kíki og svo yfirfara skrásetjara Landsbókasafns og búa til nafnmyndafærslu ef svo ber undir. Það þarf það tekt að vera. Næsta atriði mjög mikilvægt og ég hafði ekki gert mig grein fyrir þessu fyrr en ég fór að kynna mér það núna. En þegar maður sækir strenginn með F-3, þá rosalega mikilvægt að láta hann standa eins og hann kemur. Og það má ekki breyta neinu. Því leið maður breytir einhverju, þá maður búin að rjúfa aftur tenginguna við nafnmyndafærsluna. Og þetta þarna sjáu þið nokkur dæmi sem ég rakst á sjálf bara daginn. Það Sarah Morgan, ef maður sækir hennar nafn, þá kemur með romance fiction writer í sviga. Þarna David Sodergren, hann skrifar hrollvekjur. Það kemur horror fiction writer, svo kemur þarna translator John Verry, hann þýðir myndasögur. Og það mjög mikilvægt að láta þetta standa þó þetta sé á ensku. Og þá að við séum kannski ekki vön því frá því áður. Hins vegar eiga hlutverkaheitin í deilirsviði þau eiga alltaf að vera íslensku. En leið og við strókum út, ef við myndum sækja nafn eins og Sarah Morgan til dæmis, strókum út romance fiction writer og setjum samt höfund í deilirsviði og svo veistu við og þá verður til annað höfuð í höfðalistanum. Þá Sarah Morgan orðin margföld. Og ég ákvað að bara sýna ykkur hérna dæmi. Hér að því Sarah Morgan svo dugleg að gefa út bækur. Hún alltaf að gefa ykkur út og það alltaf verið að þýða hana og það bara margar bækur eftir hana í keppninni. Hér hún í SIL, hún á sem sagt enga, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, kannski svolítið óskýrt. Hún á sem sagt enga nafnmyndafærslu í SIL. Hins vegar, í Library of Congress Names, ef maður slær inn Sarah Morgan, eða ítir á þann flipa, þá koma hérna 2 blaðsíður af fólki sem heitir Sarah Morgan. Og svo þarna í endan hún og bækur eftir hana. Sú Sarah Morgan sem við þurfum að velja úr þessum lista þarna með hringutanum, það Sarah Morgan romance fiction writer. Og það auðvelt að ruglast vegna þess að það önnur Sarah Morgan þarna frekar framar sem búið að tengja einhverja bækur við, eða einhverja bókfræðifærslur. Og svo já, maður getur sem sagt valið, að bakka þess, í staðinn fyrir að íta á velja, beint, þá getur maður skoðað nafnmyndafærsluna. Og velum maður skoða og hér nafnmyndafærslan hennar Sarah Morgan. Þarna kemur fram, maður getur séð sem sagt hlutverkið hennar, þarna stendur romance fiction, novelist, maður sér fæðingarárið. Ef að Sarah Morgan hefði einhvern tíma notað einhverja aðra nafnmynd eða stafsett nafnið sitt á annan hátt eða notað millinafni eitthvað slíkt, þá myndi það líka koma fram þarna. Og þarna hægt að ganga úr skugga að maður sé með rétta manneskju. 667 sviðið. 667 sviðið líka mjög. Já, þetta já, þarna, Sarah Morgan var kannski ekki alveg besta dæmi til að taka vegna þess að það hefur í gegnum tíðina verið mikill ruglingur í gangi með hana, blessaða. Ef maður googlar hana þá kemur fram hún sem fædd 1948. En það ekki rétt, hún fædd 1970 eins og kemur fram í þessari færslu og þetta henni var ruglað saman við aðra Sarah Morgan sem þjóðlaga söngkona bresk og lést árið 2018 ef maður rétt. 13, já, stendur það þarna, já, ok. Ég að segja ykkur þetta með gleraugun sko. Ég sé þetta ekki alveg. Ártöl í 100 sviði nema að sé þörf á því til aðgreiningar. Já, listanum þannig að butta ártölinu. Já, þeir hafa ákveðið að aðgreina hana svona en ekki með ártali. Kannski einhver önnur fædd 1970. Þeim vilja mjög þetta. Já, þeir vilja helst hafa þetta sem einfaldast. Þeir vilja frekar nota og þreip, eða, já, hvað þeim gera heldur náttúrulega. Af því að líka leiðum setur fæðingarár. Þá þegar först við að þarf að setja inn dánrár þegar við komum til deyr eða hann lifir að eilífu í kerfinu hjá þér. Og það rosalega margir mjög aldraðir lifandi í náttúrulega af því að þetta eiginlega óvinnandi vegur. Þannig að þessna held ég að þið sleppa að setja náttúrulega eða komast upp. Já, hér verið að tala fæðingarár í strengjunum og Library of Congress ekki mikið fyrir að setja fæðingarár inn í strengina. Já.
út því að við erum nú svo mikið í samvinnu, við erum bara að gera allt saman. En ég má ekki grafa Söru Morgan sem að var fætt, þú veist, fyrir 200 árum. Þú getur það ekki... Ég má ekki breyta. Þú getur ekki breytt nafnmyndafestum hjá Library of Congress. Þú þarft að fara á námskeið og fá... Nei, en ég meina, ef ég myndi gera það, þá er opnað tengsl. Já, þá er opnað tengsl, en Já, nýja. þá er þið þá ekki dæmi að það sé komið ný nafni. Við myndum þá tengja við Library of Congress og við komum til að vera enda ljóðandi. Já, Aftur upp á döð. Ég trúi alveg. Ég gerði þetta nefnilega í Hekurófing, hérna, það var það. Það reisandi hvað. Á þriðja þig. Já. Herri, já. Það er bara að benda á að það er Library of Congress leiðréttingar við nafnmyndu. Sigurgeir hefur gert það og gert vel. Það ekki? Jú, hann tók frá fæðingur. Já. Já, Við skulum koma þeim link á já. Bent á að það er hægt að gera athugasemdir við nafnmyndafærslu Library of Congress ef að þær eru augljóslega rangar eða þarf uppfæra þær og það verður settur linkur til þess að senda ef á þarf að halda leiðréttingu. Já, akkurat. Akkurat, þið sjáu að það er annar flipið þarna sem er merktur bókfræðifærslur og þá er hægt að sjá hvaða bókfræðifærslur hafa verið tengdar við þennan höfund. Eða þetta höfuð. Það myndi ekki vera gagnlegt í þessu tilviki því að það er búið að tengja þetta við... Já, í þessu tilfelli Söru Morgan, það var nú ástæðan fyrir því ákveða sýningur hana, er að hér er Sara Morgan í höfðalistanum. Þarna er efsta Sara Morgan, það er, ég skoði nafnmyndafærsluna hennar, ég man nú ekki nákvæmlega hvað hún gerði en hún er eitthvað svona vísindakona. Það eru 3 eða 2 ástarsögur tengdar við hana. Síðan kemur Sara Morgan 1948 sem er mjög sennilega drengur sem hefur flust úr Aleph og þarna eru alveg þó nokkrar tengdar og síðan er það Sara Morgan Romance Fiction Writer sem er svo nafnmynd sem við eigum að nota. Og þið sjáu hvernig það kemur út þarna á leiti.is og þetta er náttúrulega mjög óhentugt fyrir notandann sem ætlar að fara að finna alla bækurnar sem hann á eftir að lesa eftir Söru Morgan að þá fær hann 2 niðurstöður. Annars vegar Söru Morgan fædd 1948 og svo hina Söru Morgan fyrir neðan og svo sem er fyrir neðan er þessi sem er Romance Fiction Writer. Það kemur sérst ekki þarna í leitinni til hliðar. En þarna er líka mjög ruglandi fyrir þann sem ætlar að finna bækur eftir hann að býtu við. Er hún fædd 1948 eða er hún ekki? Hver er þetta eiginlega? Er þetta margir höfundar? Hvað er að gerast? Þannig að það er mjög mikilvægt að passa upp á að velja rétta. Og ég ákveða sýningur að því ég sagði á þannig að mætti alls ekki stroka út þó það komur svona enskir starfstitlar með í sviga. Hvernig þetta kemur þá út, þannig er Snowed in for Christmas, svo ágæta bók. Þá stendur nafnið hennar, svo kemur Romance Fiction Writer og allt því við settum íslensku í deilisvið þá kemur höfundur líka. Þannig það sést þó að hitt hangi inni líka. En þetta er einmitt ástæðan fyrir því að það verður að passa að velja rétt. Rétta nafnmyndafærslu til að tengja við. Og ástæðan fyrir því að þær falla ekki saman, þessi Sara Morgan 1948 og Sara Morgan Romance Fiction Writer, er þetta ártal. Að kerfið lítur svo á að þetta sé sikkur manneskjan, fattar ekki að sé svo sama skiljanlega kannski, af því að þetta er mismunandi forsendur sem eru gefnar þarna. Og þess vegna hefur verið ákveðið hér í Landsbókasafni að keyra ártölin út úr færslunum til þess að reyna að láta þetta falla betur saman. Og svo við séum ekki að fá svona 2-faldar niðurstöður. En það er aftur það sem gerist ef það er strokað út, einhverju breytt þegar maður er búinn að sækja í nafnmyndafærsluna, þá verður til nýtt höfuð aftur. Þannig að bara höfum það í huga þegar við erum að skrá og leita að nafnmyndafærslum. Að passa upp á þetta. Já. Það er spurning úr sal. Átti það með ekki setja það inn í færsluna. Já, ástæðan fyrir því það er verið að tala um ártöl í nafnmyndafærslum og alla þá vinnu sem fór í að finna ártölin hér áður fyrr. En ef að ártölin eru sett inn núna þá rofnar tengingin aftur. Það var búið að búa til mörg höfuð. Má ég spyrja sko, þú veist, mér finnst þetta eins og Gunnhildur svolítið hérna, já, svolítið sár. En er ekki hægt að setja ártalið í eins og í einhvern annan deilisvið sem að hérna uppfærar ekki nafnmyndafærslu? Og ártölin eru allt á íslenskum nafnmyndum. Þetta eru erlendir einstaklingar
og við græðum miklu meira á því til framtíðar að tengja núna við nafnmyndafærslu frá Library of Congress heldur en að hafa ártölin inni. Eins og segir þessar upplýsingar eru inn í færslunni og í framtíðinni þá mun umhverfið gera notendum líka kleift og það eru sko svæði á myndinu sem getur alveg séð án þess að skoða markfærslu hvernig nafnmyndafærsla hjá Library of Congress lítur út. Þannig að við græðum miklu meira á því að við tengja núna af því að leiðum komið tengja ykkur við nafnmyndaskrá og það ekki með bara laust höfuð, þá hefur við miklu meira möguleika. Það bæði allar upplýsingar og allir þessi vikord sem þetta leikar eftir. Þannig að og með því að tengja útlendingar þannig að þegar við vorum með áttalið og bara streng og bara höfuð, þá vorum við kannski með þær upplýsingar aukalega en þetta var samt bara laust höfuð. Núna erum við með tengingu við nafnmyndaskrá Library of Congress sem mjög stórt alþjóðlegt fyrirbæri og þeir sjá þess að vinna fyrir okkur, þannig erum við alþjóðlegt samstarf. En voru að setja sko erlendar höfunda inn í nafnmyndaskrá. Það var bara strengurinn og bara passa upp á samræmi. Þetta þó að það sé, það eru gallar á þessu og við erum alltaf að laga mjög mikið aftur á bak en það sé taka út örtölum sem búin ekki vinnu í að setja inn. Það eru þetta samt, sko, þetta framföring og þetta eru fleiri kostur heldur en gallar. Þetta líka sko að svona jarða eða setja dánarárið fyrir aftan erlendan höfund, þá bara til nýtt höfund. Já. Með dánarárið. Þannig að það tengir ekki saman. Leifum Maríu klára. Já, það nú ýmislegt eftir, sko. Og alveg haldið áfram hér lengi og talaði þetta. Dóttir fann að líta á klukkuna sig. Þetta ekki næstu í búið. Næst. Það bara besta mál. Þetta er ruglandi. Finnst mér persónulega. Mér finnst þetta ekki endilega auðvelt, sko. Eða skýrt alltaf. Hvað maður á að gera? Nei. Það var spurt Söru Morgan. Það var ekki til sílfærsla fyrir Söru Morgan. En það til Library of Congress Names færsla. Og svo hún í höfðalistanum með engum kíki fyrir framan sem þýðir að það engin nafnmyndafærsla á bakvið. Það þessi Sarah Morgan 1948 landskærni. Já, þannig var bara haldið inni svo ég geti sýnt ykkur þetta dæmi. Já, þessi efsta með kíki vísindakona sem heitir bara Sarah Morgan líka. Þannig að maður skoða nafnmyndafærsluna. Ef maður skoða nafnmyndafærsluna hjá henni þá sér maður munin. Já, Berglind að benda á, Berglind til Landsbókasafni, hún að benda á að ef maður sér ósamræmi á milli höfðalistans og Library of Congress Names að endilega senda ábendingu það. Það hérna Tíms Rósa Björg ofta fá erlenda höfunda sem eru ekki í LC, Library of Congress, inn í okkar höfundalista. Má þá ekki setja ártöl með þeim lengur. Það stórt spurt. Það má, sko, einhvern tímann verður mögulega búin til færsla í Library of Congress og við höfum engar forsendur til að vita hvort að hún sé með ártali eða ekki. Eða hvort hún verður nokkuð tímann til, þannig að ef við búin að grafa ártölinn máttu alveg setja það. Það hjálpar reyna þá. Svarið við spurningu Rósu Bjargar sem var hvort að mætti setja ártöl ef það ekki til nafnmyndafærsla í Library of Congress eða í SIL. Að þetta svona atriði sem að þarf að skoða en það má ef við búið að grafa það upp á annað borð. Það má. Herðu, nú skulum við halda áfram með efnisorðin. Efnisorðin eru sótt í höfðalistan með F3 eins og þið vitið og samþykkt efnisorður auðkennd með stjörnu. Í Ölmu var tekin upp sú venja að nota nota 7, seinnivísi 7 til þess að aðgreina íslensk efnisorð. Frá til dæmis Library of Congress sem eru með seinnivísin 0. Og ég veit ekki hvort þið sjáu það þarna fyrir flyglunum en 693 sem var áður notað undir ósamþykkt efnisorð hefur verið aflagt og í staðinn eru ósamþykkt efnisorð ef talin þörf á þeim sett inn í 650 og merkt með $, $2 og SIL bara eins og ef þau væru samþykkt. Þá fara þau í höfðalistan og eru skoðuð síðar. Þegar við erum að nota einstakling sem efnisorð, þá einstaklingsins slegið inn í deilisvið A og nafnmyndi sótt með F3 og hér þarf að nota $, $2 og SIL til þess að velja nafnmynd annaðhvort úr SIL eða höfðalistaflipanum sem eru þeir sem poppa upp.
þá lendir maður sérst inn í nafnmyndaskránni. Ef að maður með erlendan einstakling sem verið að leita, þá þarf fyrst að leita með seinni vísinu 7 í SIL, sérst fyrst að leita í íslensku nafnmyndaskránni og svo leitað með seinni vísi 0 í Library of Congress Names til þess að athuga hvora nafnmyndaskrána hægt að tengja við. Og ef til nafn í íslensku nafnmyndaskránni, þá á að nota það en annars Library of Congress Names. Og aftur ef ekkert til, þá lætur maður að standa ótengt en skrifa samt $2 og SIL. Það mjög mikilvægt í þessu tilfelli að velja rétta vísa til þess að fá réttar leitarniðurstöður. Að prófa að leita fyrst með seinni vísi 7 og síðan 0 til þess að leita af sér allan grunum að maður sé með rétt. Efnisorðin, þessi hefðbundnu svo sem kannski ekkert mjög mikið að segja það bara eins og áður, seinni vísinu 7 íslensk og 0 Library of Congress og þá leitað fyrst ef maður notar seinni vísi 7 þá leitar maður í íslensku skránni en 0 þá leitar maður í Library of Congress. Svo koma landfræðiheitin sem eru áhugaverð vegna þess að í gamla gegni var það þannig að ef maður var að leita að landfræðiheiti og var að leita í 650, var sérst ekki í 651 þar sem maður á í raun að vera að leita þá lagfærði kerfið það sjálft og færði mann yfir í 651. Það gerist ekki lengur. Nú mjög mikilvægt að vera í réttum reit að leita og þá ekkert bara við 650 og 51, heldur líka til dæmis sem að leita í 610, segjum að við værum að leita að Þingvöllum til dæmis og værum að spá hvort þetta væri Þingvellir sem stofnun eða Þingvellir sem landfræðilegt svæði, þá þurftum við að leita á báðum stöðum. Til þess að vera alveg viss að fá réttar niðurstöður. Ég komið svo langt fram úr mér í blöðunum mínum að ég veit ekkert hvar ég Þannig. Já. Það var nefnilega ástæðan fyrir því að það mjög mikilvægt líka að passa hvaða vísa maður að nota til að leita að í Aleph, þá kom allur höfðalistinn upp. Óháð því hvaða vísi maður var með. En það ekki þannig í Ölmu, heldur fær maður bara þá skrá sem að vísin vísar í. Vísirinn vísar í. Já, og sem svið vísar í. Ef þú ert í 651 þá færðu landfræðiheiti og ef þú ert í 650 þá færðu efnisorð og ekki landfræðiheiti. Varðandi landfræðiheitin, ef til sér íslenskur ritháttur fyrir landfræðiheiti, það á að nota hann. Þarna ég að sýna dæmið Flórída sem til íslenskur ritháttur fyrir og þá notum við það og þeir sjá að við sækjum það í SIL þarna. Og ef engin íslenskur ritháttur til, það að segja ef engin nafnmyndafærsla finnst með íslenskur rithætti, þó að rithátturinn sé til, þá á að setja þetta í SIL og á að skrá þetta bara og skilja eftir ótengt. Hvernig skilur Hvað séru? Hvernig þá skráir þetta bara inn eins og ef þú hefðir tengt, en þú bara tengir ekki. Já, vistar bara. Þú prófar fyrst að leita, ítrá eftir á, prófar að leita, finnur ekkert og þá bara segir þú hætta við og þarft að hafa $2 og SIL með. Já, þetta á bara við sér íslenska rithátt. Ef það ekki til sér íslensku ritháttur, eins og til dæmis Los Angeles borgin skrifuð eins og íslensku og ensku og í þessu tilfelli notaði ég Valencia, ef þið varu til dæmis með ferðahandbók Valenciu á Spáni, þá þarf að leita í Library of Congress Names með seinni vísinum 0 og það þarf að passa að velja flipa 2, þið sjá ég setti hring utan mann vegna þess að landfræðiheiti þau í nafnmyndaskránni. Þau eru sérst ekki fyrir flipinu Library of Congress Subject Headings sem eru efnisorð en landfræðiheiti flokkast sem nöfn og eru þar af leiðandi í LC Names. Og það gildir sama þarna með starfsheitina ef kemur með einhver svigatexti þá verður að halda honum inni því annars búið að rjúfa tenginguna við skrána. Ég held að ég hafi ekki ætlað að segja neitt meira. Það ein spurning úr sal. Ein spurning úr sal, já. Allar.
Hann Einar sem er á bókasafni Hafnarfjarðar spyr þegar maður slær inn nafn og hlutverk og hvað það eru búin að tengja og svo allt í einu er ekki lengur tengt. Það er ekki það sem þú átt við. Já. 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 Ef maður sem byrjar að skrifa inn nafnið og tengir það og svo skrifa maður inn hlutverkið og þá er nafnið allt í einu ekki lengur tengt. Þetta Kíkirinn sé horfið. kíkirinn hverfur. Spurt hvort það þurfi þá að gera upp og nýtt. Að tengja aftur. Vistun, ef það sem er í heilisviði A og C og D passar við nafnmyndafærsluna, þá að kíkirinn hverfi á einhver tímapunktur meðan þú ert að skrá, það gerist alveg, þá kemur hann og vistar. Já, svarið er að þó að kíkirinn hverfi á einhverjum tímapunkt á meðan þú ert að skrá, þá kemur hann aftur þegar þú vistar. Ef það stemmir allt. Ef þetta stemmir allt. Ef allt passar við nafnmyndafærsluna. Er eitthvað fleiri spurningar frá sal? Er eitthvað frá Teams sem þú vilt ljúka erindi yðar með? Bara ítreka að skoða alltaf SIL fyrst, athuga hvort það sé til nafnmynd þar. Ef hún er ekki til þar, færast yfir Library of Congress Names og passa að breyta engu þegar er búið að flytja inn strenginn. Að stróka ekki út þó það sé skrítið að hafa orð á ensku inni, það á það að standa. Af því annars verða til margir með sama nafni og þá er notandinn kominn bara í einhverja mjög flókna leit að sínum höfundi inn í kerfinu. Ragnar, viltu kannski koma hér? Já, ok. Ragnar ætlar að segja nokkur orðum. Ég bara að segja, mál. já, ég ætla bara að segja, bæta hans við, varstu kannski búin? Ég var Þú búin. ert búin, ok, þá ætla ég bara að bæta því við að sko, þetta er dálítið erfið ákvörðun fyrir okkur á Landsbókasafni að taka, að segja, við ætlum að láta Library of Congress sjá útlend nöfn sem er ekki íslensku og þá fáum við þetta Spain á bakvið. Okkur finnst þetta rosalega erfitt og það er eiginlega bara stuttu, við erum búin að hika rosalega mikið við það og ég veist svona, við verðum að hafa einhverja reglu og við getum ekki séð sjálf öll útlend landfræðiheiti, við bara getum það ekki, við höfum ekki bolmagn, það er allt margt í ólagi í íslenskum landfræðiheitum, þó svo þessi útlendu bætist ekki við, þannig að sko þetta er bara, þessi ákvörðun er einhverju tekin vegna þess að við bara ráðum ekki við það að gera þetta öðruvísi. En vildum náttúrulega gjarnan geta gert þetta öðruvísi. Ég meina það, ég er að fá nýjar færslu núna inn með hérna, þú veist, Lanzarote, það er að koma að ferða handbækur og hérna Ibiza, bara stendur bara Ibiza og þá tengist það ekki neinu. En ef þú ferð í LC og leitar að Ibiza og ferðu Ibiza Spain og þá átt að velja það. Þetta er bara þannig sko. Að það er ekki til, ef þetta er ekki íslenska landfræðiheiti, þá verður að fara og leita í LC Names og finna þetta með útlenda halanum. Ég veit það er erfitt, en það er þannig. Bara þetta sem ég vildi bæta við. Já, eru fleiri spurningar F3? Vinsalegt að takk hérna lyklaborðinu. Ég ætla samt að fá að segja að ég er rosalega þakklátt fyrir það bara F3 núna og ekki F3 og F4 eins og var því ég gat aldrei lært hvernig ég átti í þetta og ítti alltaf á vitlaust. Þannig ég er rosalega ánægð með þetta. Bara svo ég sé okkar. Slíka hún látt að gera F3 með einum punkt og F4 með tveim. Það var alveg ótrúlegt. Herru, þá held ég að sé enga fleiri spurningar en það er bara að fara að líða á lokum, þannig að bara takk fyrir þetta.